Komið sæl aftur og verið velkomin í seinni hluta handboltakvölds. Við höldum áfram með EM-umræðuna. En það er mikið verið talað hérna varnarleik og hversu slakur varnarleikurinn var. Eigum við að, ég meina nú hefur mikið verið talað að við hefum að breyta þessa vörn. Það varnarleikar það tala En það á að spila þessa vörn og það á að gera hitt og við hefum að gera þetta. Já. Ættum við að fara í hérna yngri flokka dæmi eða verður að spila, hvað ég að segja, í fjórða flokki verður að spila 5-1. Í þriðja flokki verður að spila 31, þarna verður að spila þetta eða væri það skynsamlegt? Gísli, hvað segir? Já, ég ætla að leyfa þér að byrja. Já, ég mér finnst þetta ekki galin hugmynd. Það er bara spurning hvernig við erum að fara í hana. En við þurfum að, það sem fyrst og fremst okkur vantar í allavega eins og staðan í dag, þá er okkur að vanta stóra, fitt leikmenn. Það er sem okkur vantar. Og okkur vantar leikmenn sem að geta spilað bámenn á vellinum. Svo eins og nútíma handbolti er að þróast að þetta þurfa að vera með skiptingu, við talum ekki tvær, er gríðarlega óvastætt. Og það er eitthvað sem við þurfum að reyna að leysa. Við erum í þeirri stöðu í dag að þurfa að skipta. Hvað myndi gerast ef við færum að skikka lið, þú ert að vísa í það getið ekki? Þetta eru það að spila framliggjandi vörn í einum hálfleik. Ég held að vera til bóta, til dæmis ef við segjum í 5. flokki, í 4. flokki, einn hálfleik verið að spila framliggjandi vörn. Og þá, það sem við erum að gera, það að fá alla þá með okkur í lið. En þetta hefur verið gert, þetta var gert í Rússlandi í gamla daga. Þá bara ef þú ætlar að vera með lið, þá varst að vera með 2 metra markmann, þú varst að vera með 2 metra línumann, þú varst að vera með 2 metra skyttu og svo bara spila 1-3 leiknum, þá varst að vera með 3-2-1 vörn og svo máttur þú ráða 1-3 ef ég man rétt, allavega 1 koncept eða þannig. Þú er ekki spilað markaleiki í beinni? Ekki í Rússlandi. Nei, minn handboltaferil er ekki merkilegur, annað hvert ár æfði ég handbolta því að eldra árið var svo ógeðslega leiðilegt nefnt ekki með þeim. En eina sem ég er að pæla, þú tala um að það setja þetta inn í yngri flokk og svo leiðis. Krakkar eru náttúrulega eins og þeir eru og hugsanlega myndi eitthvað svona það sem er verið að niðurnjörfa á í eitthvað svona hluti hreinlega bara fæla á yfir í eitthvað annað. Það er alveg möguleiki, það er svo ótrúlega margt í boði. Þegar ég var strákur, það varstu handbolta, fótbolta eða körfubolta. Einn furðufugl fór í sundi eða eitthvað En innan gæðslappa auðvitað furðufugl. En núna er bara svo ógeðslega margt í boði og það getur vel verið að einhver bara, ég nenni ekkert að vera alltaf að spila einhverja hundleiðilega vörn sem ég verð að spila og það er miklu skemmtilega að vera í körfubolta sem ég fæ að gera mínu hluti. Það er alveg möguleiki. En þessi varnarsóknarskipting, er þetta ekki svolítið okkur að kenna? Ég dæmdi til dæmis leiki í 3. flokki daginn. Það sem varnarsóknarskipting í 3. flokki. Það er einkennilegt. Já. Mér finnst það bara algjör skandal og ég hef sendið inn greinargerð til HSÍ sem að held ég að hann var að fara beint í úrsliðið en það sem ég vildi banna sem sagt varnar- og sóknarskipting í öllum yngri flokkum og þvinga okkur til þess að spila vörn. Þannig ef þú ætlar að spila þá voru þú bara að leggja meira á eða þá að með þig inná er ég kannski að spila 5-1 eða með Gísla inná þá get ég að spila 6-0 eða Þetta er auðvitað pínu svona skrítið að þú getur komist upp með að vera topp leikmaður í skemmtilegri íþrótt og vinsælli íþrótt og geta bara að spila helminginn á leiknum. Það er pínu skrítið. Í fullkomnum heimi auðvitað þá sköpuðu leikmenn sem að geta minnst okkur gert gagn báðum meginn á vellinum. Í dag hefur við fullt af leikmenn sem að gera bara gagn öðrum meginn og það auðvitað væri gaman að sjá það breytast. Ég held að væri kannski betri ef við leiðum mér að fabulara með þessa hugmyndkiti þá væri kannski líklegri til árangurs að hóa saman þjálfurum yngri flokka og sameinast það að sé okkur til bóta að spila framliggjandi vörn hérna og það er verið að hamra á þessum málum, ég veit það er í þessari þjálfaralínu og ég held að þetta sé að breytast og þegar við erum að þjálfa, vissulega við erum þetta eitt af því sem gerir okkur góða, við erum í Íslandsmót grjótörð í 7. flokki og 5. flokki sem þekkist ekki annars staðar í Skandinavíu eða í Evrópu, sama mæli sem við erum hér, en við þurfum bara að hafa ákveðna svona framtíðarsýn, Við þurfum að vera samt, dipló og færa til leikmenn og horfa til framtíðar, Við megum ekki bara taka stóra stráki, setja hann í skiptun og láta hann bomba alltaf, öll í markið til þess að vera Íslandsmeistari í 7. Hver mann eftir því, Hvaða máli skipti það í rauninni, Áfram með statistík og annað, þú ert með statistíkið frá EHF. Já, frá EHF. Þeir eru nokkuð áreiðanlegir, held ég.
Hvað ætlarðu að þar? Ekkert eitt sérstakt, en bara kannski svona heildarmyndina og hvernig, veist. Já, þetta raun og veru bara, við erum alltaf búin að fara ansi vel yfir, það þýðir ekki að vera að fá okkur markmenn. Nei, aldrei búið áttur. Það þessar markmenn núna í hálftíma, sko. En það bara náttúrulega kemur bara svart og hvítu fram, það sem við vissum svo sem fyrir mót hverju burðarásar liðsins eru, og við megum ekki við því að Aron Pálmarsson sé að skjóta 46%. Hann náttúrulega, ég vil taka það fram, hann heitir Aron Pálmarsson, hann er alltaf kallar Aron Pálma. Já, ég... Einhverju hluta vegna, sko, ég veit að Pálmar, pappans er ekki sáttu við það. En í raun og veru, sko, þegar maður skoða þetta, það bara, já, skotnýtingin samt er góð og allt það. Sóknarleikurinn í mótinu var, heilt yfir allt í lagi. Ég er reyndar mjög ósamlega á því, ég var að ræða þetta við einn mann í dag og hann sagði, við getum ekki kvartað við sóknina á móti Króatíu. Við skoruðum 28 mörg, eitthvað svoleiðis. 27 ekki? 27 eða 8 mörg. Það er náttúrulega að gefa bara enga mynd af leiknum. Við vorum náttúrulega gjörsamlega búin að loka á okkur og setja okkur í spennitreyju fyrstu 20 mínúturnar. Það var komið 2 mörg eftir 20 mínútur eða eitthvað. Og 10 tapa bolta? Já, við skorum ykkur 11 mörg á síðustu 10 mínútur leiksins og það gjörbreytir allir svona sín. Það er ekki bara að horfa á skorum mörg og segja þetta var góður sóknarleikur. Við vorum í vandræðum í þeim leik en auðvitað eins og mörga klísjan, varnarleikurinn hjá okkar var bara út á túni og það var svo sem búin að ræða þetta fram og tilbaka. Logi Geirsson var ekki sáttur í stofunni í gær, vildi fá okkur breytingar og eitthvað. Ég svo sem er ekki þjálfaramenntaður eða eitthvað snið, en ég meina þið náttúrulega báðið mikla reynslu að spila leikinn á háu leveli. Hvað hefur þið gert? Hvernig hefur þú viljað spila, Kiddi? Ég reynilega veit það ekki. Það er bara málið. Hvað erum við með í höndunum? Hvað getum við spilað? Já. Þess vegna skildi ég ekki alveg sko af því að Tandri er skilinn eftir heima, Kári Kristján með fullri virðingu fyrir honum. Vignir getur alveg spilað sóknina líka og svo erum við með Robba. Ég hef alltaf tekið Tandra með. Það er bara mín skoðun. Hann getur alltaf að spila vörn. En það er þetta ótrúlega auðvelt að sitja hér daginn eftir að mótið og bara rosa þægilegt. Það er svona íslenska leiðin sko. Já. Það er ekki allir sem sjá þetta fyrir eins og Gaupi, skilur en ég meina og svo til dæmis líka á móti Hvíta-Rússlandi það sem að ekkert sérstakir leikmenn þetta eru segi durgar og þetta stærri og þyngri og gerir þetta við klippa endalaust og bla 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 tekur Ólaf Guðmundsson inn í hópinn í staðinn fyrir Kára strákar sem getur alveg spila vörn það er ekkert að virka í vörninni allan leikinn, hann fær 0 sekúndur akkur ekki að prófa ég meina, þú ert ekki að tapa henni þeir skora síðasti varði boltinn hjá okkur til dæmis er 16 mínútur fyrir leikslok það er síðasti varði boltinn sem Ísland fær prófa eitthvað nýtt, gera eitthvað nýtt ég veit það ekki Já. En talandi, þú höfum ná kannski áfram á statistikdæminu HB Stats fylgst bara með því? Já, ég get ekki sagt að ég sé sérfræðingur í því, nei Gísli? Ég er ekki sérfræðingur en ég skoða þetta í morgun það er alltaf lítið vel út og þetta er svona í áttina því sem ég vil sjá í íslenskum handbolta og öll svona statistik, nákvæm statistik sem er eins og þú lýstir á hans er ekki bara mismunandi milli þeirra sem er að taka hann heldur sé eitthvað svona mælanleg og marktakandi á ef við náum henni inn í deildin okkar sem við áttum klárlega að geta gert það væri til mikil En ég meina, er eftir einhver að bíða þar? Er ekki bara að ringja í mannin, Ólaf Sigurgeirsson og fá hann á fundin HSÍ og þú veist, reyna að þjálfa inn alla hérna, taka tryouti, hvað ég að segja út í úrslitakeppni þar sem að fólk hefur svona aðlögunartíma í að læra á ef að, þú veist, gefum okkur að þú tækir hérna Fjölni eða þú tækir Víking og whatever, sko og hérna í úrslitakeppni gætum við kannski svona hvað ég að segja verið með þetta hreinu, þú veist, þjálfað upp fólk, þú veist, á undirbúinstímabilinu verið, þú veist, og orður hreinlega einfaldlega nákvæmari á hlutina, þess að ég geti bara sagt við þig, herri, Benni, hérna er þetta, þú ert bara ekki að skila þínu hlutverkið. Hvort sem að þú ert markmaður eða línumaður eða, þú veist, mér er alveg sama. Það er verið að gera þetta í Danmörku og Svíþjóð, veist, ég held að sé tæknilega sé engin vandamál við að framkvæma þetta. Þetta er spurningum ég veit ekki hvað nú skipinu að koma, hver á búið til, vantar frumkvæði, nú segir Óli Sigurjóns með þetta HB Stats, mjög flott, væri hann tilbúinn að leiða þessa vinnu? Ætti þetta ekki koma frá, veist, HSÍ? Ég veit það ekki, en ég held að þetta sé vel framkvæmanlegt, engin spurning, og það væri tiltölulega auðveld klása að setja inn
einsast fyrir deildina næsta ári, ef þú ætlar að vera með, þá ætlar að vera með mann sem að sér þetta þínu liði. Ég sá nú hérna á Twitter í gær og skemmtilegt tweet frá Aron Einari sem að það allir með þeirra vel gengur og svo alltaf sama sagan þegar það byrja að klika. Já, við ræddum það upp að þáttarins. Það bara þannig. En sko, ég meina Króatíuleikurinn og svo við förum kannski smá ringi hérna sko núna. Við erum komin aftur í EM. Sko mótið ekkert að fara í gær. Eins og ég sagði, ég twittaði nú sko Króatar hafa verið og munu verða sterkari handboltaþjóð en Ísland. Þeir eru bara betri en við. Það ekkert hægt að fela sér neitt á bak við það. Og þeir tók okkur frekar illa í gær. Mótið fer auðvitað mótið Hvíta-Rússlandi. Það líka leikurinn og ég meina, ég held að sko þetta miklu fagmenn í landsliðinu. Ég held að innst inni hafi þeir hugsað, ef við tökum Noreg, þá erum við konur í milliriðil. Við erum aldrei að fara að tapa fyrir Hvíta-Rússlandi. Og ég hugsaði að ef Ísland og Hvíta-Rússland myndu spila 100 leiki, þá myndi Ísland vinna 93 sko. En menn mætti ekki alveg tilbúinir og því miður þá erum við bara á leiðin heim. Vilt þú hafa auglýsingu í þættinum handboltakvöld? Send okkur post á handboltakvöld@51.is. Aðalstyrktaraðilar handboltakvölds eru 51 og Bergúlfur. En við förum höldum aðeins áfram með EM fyrst hún komir í ringi og svona þjálfaramál. Getum við næsta skref að reka Aron og... Hvað starfsmaður HSÍ, segir það? Ég veit það ekki, hvað segir mér þá? Hvað ég myndi gera? Mér finnst leiðilegt einhvern veginn að fylgjast með umræðinu með það að menn hafi ekki verið mótiveraður og eitthvað svona. Alltaf það sem ég þekki til af þessum mönnum, ég finnst afskapa ólíklegt að við mikið erum mótiveraður í þetta verkefni. Já, mér finnst það svolítið svona ódýrlaust sko. Snorri Steinn, finnst hann svona eins og hann orðaði þetta strax eftir leik sko. Hann sagði að við vorum bara ekki nógu góðir sko. Við vorum ekki góðir þá brotnum við sko. Við vorum, saman hvort það var reyðum ekki við vörnina, konseptið eða ég veit ekki hvað nákvæmlega var en ég held að sé engin svona einhver auðveld skýring á þessu en það náttúrulega klassískt, það að reka bara þjálfarann þegar gengur illa það er það sem að yfirleitt er gert þegar ég ætti eitthvað að veðja núna á þetta þá myndi ég tippa það hann myndi hætta vill að vera áframskilur og svo aðeins ég meina það kemur svolítið svona í gær þú veist að illa undirbúinn og bla 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 sko það skulle enginn segja mig það að Aron Kristjánsson mæti illa undirbúinn í leik ef á miðað við Guðmundsson þá ertu eflaust illa undirbúinn en það allir já þá það allir já en ég held að Aron fagmaður í sínu starfi og eins og við erum að tala eitthvað raddir það hann hafi ekki verið með nógu mikið metnað í þessu eða lagt nógu mikið á strákarnir hafi verið með hangað þess algjörlega sammála því ég held að það sé alveg helbert kjaftaði við vorum bara einfallega, eða við höfum svolítið gjarnan líka að tala við okkur íslenska landslið, þeir voru bara ekki nógu góðir í mótinu, þeir voru bara lentu undir líkamlega partinum það eru, ég meina þú þekkir það nú, þú varst nú svo heppinn að spila ekki í markinu eins og Gísli ef þú ert að díla við eitthvað gaur sem er 15 cm stærri en þú og 15-20 kg þyngri allan helvítis leikinn eins og Alexander og fleiri þú veist á einhverjum tímapunkti þá verður þetta bara verðitt og full kredita og Guðmund Hólmar og fleiri strákar sem að koma að inn þeir eru bara ekki tilbúin í þetta level strax þeir hafa bara ekki skrokkin í það en ef Aron hættir, hvað þá? Það er náttúrulega ágætt að hafa það svona með í menginu þegar maður er í þessari umræðu sko það er ein leið, en hvað tekur við? Hvað er staðan? Ég er búinn að spá svolítið í þessu, þú veist, ef að HSÍ ákveður að láta Aron fara eða hann ákveður bara er þetta hvað fínt, ég er komin að enda stöðu hvernig sé það endar? Hvað er þá í stöðunni? Sko, maður heyrir raddir að væri komin tími til að prófa einhvern erlendan þjálfara en ég held að þetta endi alltaf í einhver svona gammalli landsliðskempur Kristján Arason hefur verið nefndur Geir Sveinsson hefur verið nefndur þeir allra bjartsýnustu töluðum Dag Sigurðsson það er náttúrulega eitthvað mesti brandari sem ég heyrt sko. Það held ég sé fara át Hann er með samning til 2020 Já, ég held að sé ekkert að fara kaupa hann út úr heimsamningi fara á þýska handboltasambandinu yfir í HSÍ með fullri virðingu fyrir HSÍ þá er hann kannski bara komin á annað level sko. Þannig að Dagur er ekkert inn í þessar umræðu og því séður Alfreð Gíslason og eitthvað svoleiðis eða Gummi En minn er þá ekki þú veist, ég myndi tippa á Geir
Já, það fyrsta sem ég mitt Hann er laus. Já. Ef Aron, Já. ég er langt ifrá að segja að Aron sé ekki gæinn sem á að leiða þetta áfram, en það verður að vera svolítið undir honum, held ég komið, hann verður að hafa viljan í það og hafa það backup frá HSÍ í leiðin. Já. Það má ekki vera eins og eftir Katar, eitthvað svona haltu mig sleftu mér sem enginn vissi og þetta var orðið svona frekar vandræðalegt. Já, sammála því. Það ég meina bara fá þessi mál á hreint og ég meina það getur líka verið að því fyrr sem að þessi mál komast á hreint, því fyrr fáum við að vita hvort að hvað leikmenn vera áfram. Hverjir ætla að halda áfram. Það getur vel verið, ég veit ekki hvernig þeir hugsa þessi strákar. En ég tók hérna saman, það eru 5 leikmenn sem eru komin í aldurinn 35 ára eða 36 ára og Gauji verður 37 ára þessu ári. Hann er svo svindkart. Hann er enda svindkart. Vignir, Guðjón Valur, Snorri Steinn, Alexander og Róbert. Þetta er allt strákar sem að kannski hugsanlega þeir fá nýtt blóðinn, þá kannski já, tekslaginn 1-2 ári viðbót. En ég meina svo má maður hugsa líka, nú er Robby til dæmis samningslaus. Hann gæti fengið 3 ára díl með þú hættir að landsliðinu. Já, það getur alveg vel verið. Og ég, sko, auðvitað eins og ég sagði áðan með Alexander, hann er, náttúrulega það er búið að vera að tala núna í 5-6 ár, hann er ónýtur. Og hérna... Er það ekki svolítið gefið að hann hætti? Ég myndi, sko, ef að Lengjan væri með þetta, þá myndi ég turna á það að Alexander Pettersson, en vonandi samt kveður hann ekki með einhverju skitu á móti Króatíu í einhverju móti sem við viljum gleyma. Vonandi fær Alexander að kveðja á svona þokkalega jákvæðan á það því að hann hafði svo sannlega skilið. Já, ef hann komur kannski að því sem ég sagði áðan, eru menn tilbúinir að gíra sig inn, það kemur nú ljós eftir næstu helgi. Hverja við fáum. Já, ég meina... Gíra menn sinni að við skýtum á okkur hérna á EM, no matter what, að skila liðinu á stórmót og svo er ég hættur. Já. Þetta, og það sem ég sagði Alexander gildir þetta alla þessa stráka því líka starf sem þeir eru búin að skila til landsliðsins á öllum þessum árum og þeir vilja örugglega kveðja á jákvæðari nótum, það hlýtur að vera. Sammála því. Svo kemur þetta aftur að því sem ég sagði ekkert tímann hérna áðan að það þarf að fara í stefnumótun, það þarf að skapa eitthvað framtíðarsýn, ekki bara sjá bara alltaf næsta leik og það sé náttúrulega alltaf leikur sem skiptir máli sko. En veitir, menn verða að hafa líka eitthvað svona andrými sko. Ef það kemur nýr maður í brúnna, kannski þurfum við að sætta okkur við það. Við verðum bara í basli núna í 2, 3, 4 ár en þá ætlum við að sjá bara eins og þjóðverðunar að leggja upp með dag sko. Þeir eru ekkert að toppa núna sko. Það er, við erum að gefa með á 2020 eða 2019, það er svona framtíðarsýn í gangi sko. Og það þurfum við líka að hafa sko. Við þurfum að hafa framtíðarsýn. Og ég skil vel svekkelsi núna, margir leikmenn komin á aldur og stefna á Ríó og þetta er náttúrulega ekki gott mót, við þurfum ekki að ræða það frekar. Þannig að nú er svona crossroads, það er fullt af tækifærum líka. Já, en erum við samt ekki alveg vonandi að fara að anda með nefinu og það verða ekki... Jú. Logi vinur minn, hann heimta nú svör beint frá Aroni eftir leik í gær sko. Hann var svona aggressífur. Já, en ég meina, það er ágætt að menn sem hafi líka öðruvísi skoðanir, en það er bara mikið passion fyrir leiknum og landsliðinu og... Gæinn er búinn að spila þarna 97 leiki og væri örugglega í liðinu, það væri heill. Þannig sé, en ég meina, er ekki eðlilegt að Aron hafi einfaldlega bara viljað komast í burtu og bara fá aðeins og bara... Persónulega finnst það mjög klókt í Aroni sko. Það fara einhverja yfirlýsingar á þessu mómenti sko, þegar menn eru svona ansi vangaðir sko. Kemur ekkert eitthvað glúður út af því sko. Komur svo út úr höllinni og kæla sig niður. Það er mjög klókt í Aron. Og félagi Einar Örn spurðan og til að þú sitt rétti maður til að móta vera á. Það var ekki það sem ég sagði. Kom strax frá Aroni sko tilbaka sko. Ég sagði bara ég þarf að kæla mig niður og ég svari sér seinna og hárrétt hjá honum að tækla það þannig. Maður sá það eins og tölum með á Snorra og Gauja þeir voru ekkert alveg til í þetta viðtal en þeir mæta samt og bara ok. Respekt á það að mæta það. Þetta lítur að vera leiðilegasti partur þess að vera afreksíþróttamaður, það er að þurfa að tala við okkur sérstaklega eftir svona og þú sér draumiðin bara hérna tekin í kúlu og hendi í rusli sko. Og svo þarfst að tala við einhvern gaur með mikrofón sko 10 mínútur síðar og reyna að segja eitthvað að viti, ég meina það er bara eins og það er. Þetta er starfið þeirra og fyrir lið þá verður að gera þetta. Já. Benni, framhaldið í mótinu, hvernig... Já, við förum örstuðt yfir það. Það sem hefur náttúrulega stutt á milli stórmóta í handbolta, það er alltaf sömu gaurarnir sem eru bestir. Það líði ekki svona mörg ár eins og í fótboltanum og það breytist ekki eins mikið. Spánn, Frakkland, Danmörk, eitt af þessum 3 liðum verður Evrópumeistari.
það er bara pottþétt, myndi ég segja. Svo spurning hvað fjórðaliðið sem gæti strítt, ég tippa persónulega á Pólverjana. Þeir eru heimavelli og með fínli. Þjóðverðarnir gæti komið á orð? Ég held að Þjóðverðarnir séu bara konur eins langt og þeir komast. Það er svona mín pæling sko, þeir eru eftir að lenda í dönunum núna í milliriðli. Þeir eru ekki eftir að vinna Dani, Rússarnir eru ólsegisgrattar. Þannig að ég held að Spánn Danmörk fari áfram úr þeim milliriðli og Frakkland og Pólland úr hinum milliriðli. Pólland klárar þetta heimavelli. Ég eiginlega vonast eftir því. En auðvitað heldur maður alltaf með þeim Íslendingum sem eftir eru en það er svona sjarmerandi líka finnst mér að fá nýtt inn í þetta. Já, sko, Frakkarnir er svona, það er bara eftir hvað þeir innan gæslega bara nenni þessu. Stundum koma er eitthvað lítið mótiveraðir. Menn voru eitthvað að tala um Ólympíuárið, þá eru þeir sérstaklega illa mótiveraðir. Þá maður bara svona spara þessi fyrir það mót, sko. Svo vantar einhverja menn og svona. Ef ekki segja bara Pólland, Danmörk í úrslitaleik. Það væri ruddalegt og Gummi klárar þetta. Tappa ekki með 15 eins og Nei, Guðmundur Guðmundsson heldur sennilega 15 klukkutíma vídeófund fyrir úrslitaleikin og kláraði með 3 mörkum. Málið dætt. Höfum við ekki lengri sinni. Takk fyrir að horfa. Verið sæl.